Góðan daginn og verið velkomin að Krossgötum þjóða. Magnús Björnsson heiti ég og starfa við Háskóla Íslands og alþjóðastjórnmálafræðingur. Og ég heiti Jón Þorvaldur Heiðarsson og við Háskólann á Akureyri. Sæll og blessaður Jóni, gaman að sjá þig aftur. Já, sömuleiðis. Hvað ætlum við að tala í dag? Við ætlum að spjalla aðeins um ástandi fyrir botni Miðjarðarhafs og tengsli við Íran og Íransstríðið. En kannski Íransstríðið náttúrulega hefur staðið núna yfir í verða á 4. mánuð og kannski ekki mikið það að segja. Það náttúrulega bara virðist vera í svona hálfgerðu klemmu. Það veit ekki hvað gerist næst. En við ætlum aðeins að taka smá snúning á þessu varandi þá tengslu við olíuverð og sem að náttúrulega hefur haft mikil áhrif út af þessu stríði. Eins og við þekkjum það náttúrulega lokaðist Hormússund og það með runni 20% af allri olíunotkun jarðarbúa sem að kemst ekki á markað. Þannig að við ætlum aðeins að kíkja á þetta, bæði varandi olíuverði og hvaða áhrif þetta hefur á bara svona þróun orkumarkaða til framtíðar, það ekki? Jú, við náttúrulega erum ekki kannski alveg sérfræðingar til að fara mjög djúpt í þetta, en svona við getum rætt þetta svona út frá því hvernig þetta lítur bara við okkur og ég get tekið svona svolítið hagfræðilega sjónarhornið á þetta. Já, þú ert náttúrulega hagfræðingurinn í hópnum, þannig að það svona kannski þú sem þetta bera heitar og þungar að þessu. Já. Ég bara hálfur hagfræðingur. Já, já, búin að taka fyrstu skrefin. Já. Ef við deilum nú bara hérna skjánum og sýnum hvernig olíuverðið hefur breyst. Hérna sjáum við hvernig olíuverðið hefur verið síðasta árið. Það var hérna áður en þetta gerðist svona $70 á tunnuna og svo fór það nú svona lækkandi og var komin í 60, en við getum sagt að það verið svona $60-70 hérna og svo var það reyndar komið upp í 70 aftur. Svo byrjuðu þessar árásir Bandaríkjamanna á Íran og þá fer það upp hérna í svona það bil $100. Og eins og þú sagðir, Íran lokuð við Hormússundi, þannig að það var ekki hægt að flytja olíuna frá Hormússundi. Og það það bil 20% af olíu heimsins sem fer þar út og síðan til allra átta. Og það má spyrja nú voru mjög, hvað maður segja, það var mjög mikil hræðsla hvað myndi gerast ef að Hormússundi lokað og margir sem héldu að olíuverð færi upp í $150 og það bara myndi starta heimskreppu og hvaðina. En það eiginlega ekki hægt að segja að á þessum tíma, þetta alveg síðan í byrjun mars eða lok febrúar og hvað erum við komin í 11. júní núna? Já, þetta að verða 3,5 mánuður. Já, það byrja 3,5 mánuður, það sem búin að hafa olíuverð sem rétt $100 á tunnuna og ég bara get ekki séð að all þessi áhrif sem áttu að koma fram hafi verið eins sterk eins og talaður og bara það engin heimskreppa, hagkerfið bara heldur áfram að malla og olíuverðið hækkaði ekkert jafn mikið og flestir bjuggust við og þá getur maður spurt af hverju. Já, það var nefnilega þegar að stríðið fór á stað og sérstaklega náttúrulega þegar að Íranir beittu þessu svona ígildi kjarnorkuvopna, skulum segja, bara loka Hormússundi sem náttúrulega var fyrir síðan en meistararnir hérna í Washington það virðist nú ekki alveg hafa átt að sjá því að það geti gerst. En þá var að tala birgðir heimsins og allt þetta væri flugvélaeldsneyti væri kannski bara uppurið eftir einhverja mánuði, 2-3 mánuði kannski og þetta væri bara myndi fara algjörlega á heimshagkerfið bara myndi fara á hliðina en eins og þú varst að lýsa þá bara hefur það ekki gerst. Hvaða skýringar geta verið á þessu? Eru markaðirnir ennþá svona bjartsýnir á að þetta sé fara að leysast eða hvað í gangi? Já, þetta kannski svona svolítið 2 spurningar. Fyrsta lagi, hvað væri verðið ef við vissum að Hormússund bara lokað bara næstu 30 árin, segjum það. Já. Það væri bara minni olía sem nemur 20% sem jarðarbúar getur notað. Hvaða áhrif hefði það?
Og svo í öðru lagi, hvað gerðist sem kannski lætur þessi áhrif ekki koma algjörlega fram? Það eru eins og þú segir, það eru einhverjar byrðir og það verða að ganga eitthvað á þær, en ef að markaðurinn býst við að þessar byrðir klárist, þá bregst hann strax við. Það er ekki þannig að það fara að hækka orku þegar byrðirnar eru búnar. Markaðurinn bregst við löngu á undan. Einmitt. Og svo líka markaðurinn að búast við þetta sé eitthvað tímabundið. Væntanlega hann að gera það. En eins og við vorum að tala þetta er búið að vera í 3,5 mánuð og síðustu fréttir eru alls ekki þannig að þetta sé eitthvað að fara að leysast. Já, alls ekki Vopnahléið eiginlega bara úr gildi og þetta virðist vera komið bara í svona ykkur skotgrafir eða bara, já, þetta virðist bara vera komið svolítið djúpa holu þetta ástand og maður getur ekki alveg séð að það sé að fara að leysast eitthvað alveg strax. Nei. Samt olíuverðið ekki að fara upp í $150 eða hvað það var. Algjörlega. Og þannig ég held maður verða að gera ráð fyrir því að þetta verð sem núna, það er einhverju leyti þetta er einhverju leyti svona svartsýnt verð, eða sem sagt það sé ekki verið að búast við þetta leysist á næstu dögum, það sé ekki verið að gera ráð fyrir því að einhverjar varabirgðir endist endalaust. Þetta hlýtur að vera verð sem endurspeglar eitthvað svona, hvað maður að segja, kalt ástand eða svona ástand sem maður getur bara hort á ískalt hvernig það lítur út. Hvað er þá með þessu upprápunum sem voru í upphafi, hvað höfðu menn þá rangt fyrir sér þá á þeim tímapunkti? Já, það er nefnilega hin spurningin, Hvernig getur heimshagkerfið brugðist við þessu á þennan hátt að olíuverð hækkar ekki meira heldur en þetta? Það er svona spurning og maður getur bara svona spekulerað. Þetta er eiginlega að sýna okkur að olían er kannski ekki alveg jafn mikilvæg heimshagkerfinu eins og við kannski héldum. Enda er það þannig að framleiðsla ríkja, landsframleiðsla ríkja, hún er bara vaxið og meðan olíunotkun hefur ekki vaxið jafn mikið. Þannig að olía spilar minna hlutverk í heimshagkerfinu núna heldur hún gerði fyrir, segjum bara síðustu aldamót eða 1980 eða hvað. Fyrir $1.000 landsframleiðslu þá þarf miklu færri lítra af olíu núna heldur en þá. En þannig að þetta bara sýnir manni að aðlögunarhæfnin er kannski meiri heldur en maður bjóst við og hvernig stendur á því, hvað er að gerast? Já, hvernig hefur heimshagkerfið brugðist við? Hefur verið aukin framleiðsla á öðrum stöðum, hefur hafa með bara dregið úr olíunotkun eða hvernig hvaða þættir spila stærst inni, telurðu? Já, það er náttúrulega þegar það kemur svona mikil hækkun á olíuverði, en þó ekki meira en þetta og við höfum alveg séð þetta áður einu sinni minnskosti að verð fór upp í $100. Það er nokkuð mörg ár síðan en dollarinn var verð meiri þá, allir gjaldmiðlar eru svona frekar að rýrna á hverju ári þannig að olíuverð núna lægra heldur en það hefur hæst verið, getur maður sagt, að raunvirði. En þegar það kemur svona mikil hækkun á olíu þá náttúrulega fer allur markaðurinn og allt kerfið fer að reyna að bregðast við. Hvernig bregðast þeir við sem þurfa að nota olíu? Bara segjum þess að flugfélög, skipafélög, hvernig bregðast þeir við? Við höfum heyrt til dæmis að, ég held ég að við munið að rétta að Lufthansa bara felldi niður eitthvað að ferðum, bara skar niður flug hjá sér út af hækkandi olíuverði og í skipaflutningum og svona, þá fer þetta að vera spurning, borga sig að sigla aðeins hægar og spara með því olíu, eða þú fer að hægar, þá þarftu að brenna minnu, vegna þess að mótstaðan hún er nú yfirleitt í hlutfalli við hraðan í öðru veldi, þannig ef þú tvöfaldar hraðan, þá fjórfaldast mótstaðan og það allt svona og alls staðar það sem er eitthvað val á milli að nota olíu og eitthvað annað,
þá spurning að reyna að nota eitthvað annað. Gasið, ég var aðeins að reyna að skoða það, hvort að frambúða gasi hafi minnkað jafn mikið eins og olíu með þessum. Það náttúrulega heilmikið gasframleiðsla eins og í Bahrein og það flutt út, það kælt niður í fljótandi form og siglt með það í burtu. Mér sýndist að væri svona milli 5 og 10% af gasframboði sem var reyna blokkerað með lokun Hormússunds. Og það semst þá miklu minna heldur en olían. Og það vegna þess að gas meira flutt með leiðslum og slíku heldur en með skipum. Þannig kannski í einhverjum tilfellum þá spurningum að reyna að nota gas frekar en olíu ef það hægt. Og svo kannski bara bendir þetta til þess að grænu orkugjafnir séu farnir, eins og við kannski töluðum daginn, að þegar við vorum að tala Kína og gasleiðslu frá Rússlandi til Kína. Að sko grænu orkugjafnir eru bara farnir að skipta meira máli heldur en áður. Þeir eru bara farnir að þýða það að ríki eru ekki alveg jafn háð olíu eins og áður. Og þannig að þetta hvað gerðist hérna eru sjálfum sér mjög uppörvandi fréttir. Þetta sýnir það að við erum ekki alveg í sömu heljargreipum olíunar eins og kannski flestir töldu. Og það og leið og hvað segirðu? Já, gjörðu vel. Og einmitt leið og eitthvað svona gerir, hvað maður segja, það kemur aukalegur kraftur í það að halda áfram að þróuninni í grænni orku. Já. Þetta væntanlega eykur þá eftirspurn mikið og þannig að þú telur þetta sé bara það menn hafa ekki þurft þessi 20% af heimsframleiðslunni, að menn geta alveg lifað án þessa maks. Eða erum við að fara fram af bjargbrúnni, svo ég sé verði ennþá í þessum neikvæða gír. Ég bendir til dæmis á að sérstaklega í fátækari löndum sem hafa kannski ekki efni á eða það sem kannski eru veikari fyrir svona há olíuverði að það eru náttúrulega bara konar biðraðir víða við bensíndælur og dregið töluvert mikið úr efnahagsumsvifum. Þannig að spurningin hvort að við séum þá að tala að eins og var kannski því miður í COVID-19 að séum að heimurinn verði svona tvískiptur, það að segja þeir sem hafa efni og þeir sem hafa ekki efni á þessu. Já, þetta fer náttúrulega allt eftir í hversu háð þessi þjóðfélög eru olíu. Já. Og þau sem eru mest háð olíu náttúrulega verða mest fyrir barðinu á þessu. Já. En annars vegar gerist þetta allum tíma, einhverja umframbyrðir að klárast, eða það verður ákveðið að fara ekki lengra niður í því að draga niður einhverja varabyrðir. Það tekur einhver tíma og sama tíma verið að bregðast við þessu, reyna að nota einhver aðra orkugjafa og eitthvað slíkt, þannig að það kemur svolítið að móti hvort öðru. Já. En ég myndi halda að hver einasta ríkisstjórn, hún hugsi, já býttu, við verðum greinilega bara að leggja meira áherslu á græna orku. Það ekki bara vegna þess að við getum lent í því að olían verið dýr, heldur líka bara út frá svona þessum öryggishagsmunum að vera ekki háður einhverjum öðrum og háður einhverjum svona áföllum varðandi olíuna. Nei. Þannig að lokun Hormússunds eiginlega frábær viðburður fyrir græna orku í heiminum. Já. Og fyrir jörðina í heild, Já, við ættum að fagna þessu bara. Að í þessari baráttu gegn gróðurhúsalofttegundum, þá þetta náttúrulega bara frábært, Já. Verði bara vonandi loka sem lengst. Já, en svo segir hvað áhrif hefur þetta á fólk. Það eru sum lönd sem eru netto útflytjendur, til dæmis eins og Bandaríkin eru netto útflytjendur olíu. Einmitt. Þannig að þau tapa ekki á þessu. Nei. En það verður gríðarlegur tilflutningur af fjármagni frá neytendunum, sem verður bara almenningur, Einmitt. til framleiðandana. Já.
sem eru nú í, sko, þessu olíufélög eru nú í flestum tilfellum í góðum málum, í góðum hagnaði og allt það. Einmitt. Þau munu fá ennþá meiri hagnað. Já. Og almenningur sípur segið að þessu. Já. Og maður myndi halda svona í flestum löndum þá væru stjórnvöld mjög áhyggjufull yfir þessu, sko, að almenningur væri að blæða fyrir hærra olíuverð, jafnvel þótt að netto áhrifin innanlands séu jafnvel jákvæð. En ég get nú ekki séð það að Trump sé nokkuð að pæla í þessu. Ég held að hún sé bara næstu því sama þótt að almenningur blæða aðeins og vinir hann sem eiga peninga fá aðeins meiri peninga. Já, einmitt. Því það blæði vinna. Já, þessi einn vinkill á þessu máli sem hefur heyrt aðeins nefndan er sá að Bandaríkin, að því þau eru náttúrulega netto útflytjendur á olíu, að Trump og getur bara hugsað sem svo að við þurfum ekkert að hafa neina ágjör á ástandinu því að við erum alveg með nóg olíu og þess vegna væri hægt að gera eitthvað ráðstafan innanlands. Þú varst nú nefna að þú hefði nú trúlega ekki mikla trú að Trump hefði mikla ágjör á almenningi, en við getum gert einhver ráðstafan innanlands þannig að bara olíuverð það helst bara á eðlilegu verði, en svo sitja bara þeir í súpunni sem eru netto innflytjendur, eins og Evrópa og mörg Asíulönd, sérstaklega þessi þróuðu Asíulönd, heldur að við þessi möguleiki við færum í eitthvað svoleiðis ástand þar sem allir eru bara að runni að hugsa sinn eigin hag og passa bara upp á sitt. Þannig að þessi alþjóðamarkaður, hann runni bara svona einhvern veginn brotni. Ég held að alþjóðamarkaðurinn muni halda sér en hvert land mun væntanlega og er að reyna að bregðast við. Já. Og það væri mjög fróðlegt að vita hvernig þetta snera Bandaríkjunum ef þau væru netto innflytjandi á olíu eins og það voru. Einmitt. Áður en að þessi fracking-tækni kom til og gátu farið að vinna miklu meira olíu heldur en áður. Já, Bandaríkjamenn gætu gert það. Þau gætu farið í einhverjar aðgerðir til þess að lína höggið fyrir almenning og minnka þá sem sagt aukalegan hagnað framleiðanda. Þannig að þau eru sjálfum sér í góðum málum hvað þetta varðar. En þetta þetta er mörgleiti mjög merkilegur atburður og sumleiti er þetta svona ein risastór vísindatilraun. Hvað gerist ef maður skrúar fyrir 20% af olíuframleiðslu jarðar? Hvað gerist? Og við erum bara að sjá það núna. Að vísu þetta er ekki alveg svona hrein tilraun eins og við erum að tala um, það er kannski einhverjar byrðir. Og svo er eitthvað, ég var að reyna að finna út úr því, það var svolítið óljóst, eru einhver skip sem er að fá að fara í gegn til dæmis með olíu frá Íran til Kína. Ég held að sé nú ekki, en það hefur samt verið einhverju hleypt í gegn. Þannig að þetta er mann hefur heyrt af því, en með við heildarumfangi þá er það bara einhver bara dropi í hafiði. Já, það hlýtur eiginlega að vera. Já, einmitt. En maður getur nefnilega spurt þeirra spurningar. Ef við viljum minnka olíunotkun 20%, eins og er svona næstum því að gerast, getur maður sagt. Hvað þyrfti maður að hækka skatt á olíu mikið til þess að það gerist? Sem sagt, ef að heimsbyggðin bara öll væri saman í því, í hvers einasta sinn sem einhver olía er seld, þá þarf að vera skattur á því. Hvað þarf hann að vera hár til að minnka notkunina 20%? Þetta gefur við þessa vísbendingur það. Mér sýnist að hann þyrfti að vera svona yfir 50% þessi skattur. Já. En ég nefnilega er svona áhugamaður það að minnka notkun jarðefnaeldsneyti bara með því að skattleggja það. Bara skattleggja alltaf hærra þangað til og bara eftir einhverju svona leið sem við erum fyrirfram búin að ákveða. Við ætlum bara að gera þetta á 20 árum, minnka þetta á 20 árum og við bara hækkum skatt til þess að vera á línunni sem við ætlum að fyrirfram búin að ákveða. Og þetta er sem sagt bara mjög sjald séð að það er hægt að eitthvað svona gerir sem gefur svona miklar upplýsingar eiginlega markaðinn. Og mér sýnist eiginlega að svarið sé það, við erum ekki jafn háð olíunni eins og við vorum. Þetta er mörg leyti svona uppörvandi niðurstaða.
og þessi atburður gefur svona alveg nýjan kraft í þróunina á grænni orku, alls staðar annars staðar heldur en í Bandaríkjunum væntanlega. Já, einmitt. Og þetta gott fyrir jörðina, þetta slæmt fyrir efnahagslífið, en þetta gott fyrir jörðina og já, svo merkilegur atburður. Já. En svo megum við spyrja, og ef ég tek að þér orðið, sko, hvernig eigum við Íslendingar bregðast við þessu? Við erum búin að bregðast við þessu. Var það rétt fyrir viðbrögð? Við gerðum það nefnilega, eða íslensk stjórnvöld, með því að lækka virðisaukaskatt á olíu og bensíni, sem að átti greinilega að koma til móts við almenning varandi út af þessu. Það hefur náttúrulega engin áhrif á fyrirtæki, því þau eru náttúrulega fyrirtæki sem eru í virðisaukaskattsskyldum rekstri, þau fá náttúrulega virðisaukaskattin endurgreiddan, þess vegna bara fáðu minna endurgreitt. Þannig að þetta hefur engin áhrif á flutningsverðið eða annað slíkt. Þetta bara raun á fyrir svona almenning sem kaupir bara á sín eigin einkabíl við dæluna. Já. En nákvæmlega það sem ég ætla að nefna við varandi þetta, sko, mér finnst þetta að vera, ef ég á að segja mína skoðun á þessu, þá finnst mér þetta að vera eiginlega frekar svona letileg aðgerð. Þetta einföld aðgerð og svona að lækka virðisaukaskattinn, þannig að lækka verðið aðeins og fiktar það aðeins við verðbólguna í líka leiðinni. Og svo bara þegar olíu lækkar einhvern tímann, væntanlega, hugsanlega, þá bara hækkar vaskinn aftur, þannig að þetta bara svona frekar einföld aðgerð. En þetta ekki frekar vitlaust að í samfélagi sem að með alla þessa grænu orku og við þurfum að reyna að koma út úr þessu olíu hagkerfi. Ekki alveg vitlaust að lækka olíuverðið meðan við þurfum að gera eitthvað allt annað í staðinn. Jú, ég var rosalega hissa þegar ég sá þessa ríkisstjórn meðal annars með Samfylkingunni sem hefur nú viljað vera svolítið grænn flokkur og að þetta skyldi vera viðbrögðin. Þetta finnst mér að vera rosalega svona hægri sinna viðbrögð eiginlega. Já, akkurat. Já, og segja það, sko. Og líka svona bara hagfræðilega, ef það minna af einhverju heldur en áður, þá ættirðu að reyna að hjálpa þjóðfélaginu til þess að nota eitthvað annað í staðinn. Því það bara minna af þessu. Það ekki hægt að bara auka olíuframleiðslu einhvers staðar annars staðar bara strax á morgun sem þessu nemur. Þó að það séu náttúrulega eina áhrifin sem munu gerast til langs tíma að leið og olíuverð orðið $100 á tunnuna, þá þýðir það að það meiri hvati til að auka olíuframleiðslu alls annars staðar heldur en í kringum Persaflóa. En þegar það svona skortur á einhverju, þá ættu viðbrögð stjórnvalda að hjálpa fólki til að nota eitthvað annað í staðinn. Og hvað þetta þá, og hvað þetta annað í staðinn fyrir að keyra bíl á bensíni og dísel? Já, það náttúrulega bara rafmagnsbílarnir, það almenningssamgöngur og jafnvel einhverjir skattar á orku sem við erum með núna sem ætti frekar að sko fella niður heldur en skattan á olíunni. Ef það ætlunin sko að koma á móts við almenning. Til dæmis það hefur verið hægt að fara í bara kannski flóknar aðgerð en bara almenningssamgöngur með strætisvagnakerfinu á milli staða og þessi svona landshluti strætókerfisins hefði verið hægt að bara segja, já við ætlum bara að setja miðverðið niður í 500 kall á öllum leiðum og það kostar þetta mikið fyrir ríkissjóð og sjá bara hvað gerðist eða auka styrk til rafbíla kaupa eða eitthvað slíkt sko. Og ég held að það hefði verið miklu skynsamlegri aðgerð heldur en að reyna sko að lækka bara olíu verðið og sem gerir það verkum að það sama eftirspurn eftir olíu. Ja, þetta eiginlega algjörlega óskiljanlegt, bara eins og sambarlegt eins og þegar orkukreppa var í 8. áratugnum að lækka bara skattan á olíunu og þá hefðu aldrei farið í hitaveituvæðingu og annað slíkt, þannig að þetta náttúrulega bara yfirgengilega vitlaust finnst manni sko. Já, þú tekur sterkar til orð en ég, það ágætt, ég alveg sammála samt. Já,
Mér finnst þetta alveg óskiljanlegt, sko. Þetta Já. skyldu vera viðbrögðin. Já, Því það er þetta bæta almenningi þetta upp á svo margan miklu skynsamlegri hátt heldur en að gera olíuna sem slæmt efni til að brenna í lofthjúpnum og orðið dýrara, að gera það auðveldara að kaupa það heldur en já. áður. En eins og ég segi, ég held að þetta var bara svona letileg ákvörðun, sko. Þetta svona einfalt, þetta bara gert með einu pennastriki og svo hægt að breyta þessu aftur, sko. Þannig að þetta svona, í staðinn fyrir að fara í eitthvað dýpra í þetta, sko. Þannig að, og þetta náttúrulega kannski megin atriðið náttúrulega fiffa við verðbólguna sem náttúrulega við erum brasi með. Þannig að þetta svona, ég hugsa að þetta hafi nú verið hugsað þannig, en ekki kannski til svona lengri tíma og alls ekki náttúrulega hugsa til náttúruverndar eða loftslagsverndar. Þannig. Nei. En til dæmis ef þeir hefðir lækka verð á almenningssamgöngum, þá hefði það líka komið inn í vísitöluna. Já, ég segi það, sko. Það er, jú, algjörlega, þannig að þetta er ekki bara, það hefur verið að gera það á annan hátt, sko, nákvæmlega. Já. En ég samanlega að þetta er eitthvað svona sem bara allir skilja og svona augljóst hvernig þetta virkar og svona, þannig að já, líklega rétt hjá þér, þetta er svona aðgerð, þetta er svona einfaldasta, ef þú nennir ekki að vera eitthvað mikið að spekla í þessu, þetta er svona einfaldasta leiðin. Þannig að það var ákveðin bömmur, sérstaklega að því að fjármálaráðherrann okkar er nú ágætis maður og Já, hann er mjög klár maður. Fær í sínu starfi að skildi ekki koma með eitthvað skárra heldur en þetta. Já, ég var svolítið hissað því hann er mjög hæfur og mjög klár og ég mjög skrítið að þetta kemi svona frá honum. Já. En við kannski að enda á því að sko heyra frá þér, þú hafðir heyrt einhverja spá hvernig olíuverð yrði ef að þetta myndi... Já, sko í undirbúningi fyrir þetta spjall okkar, þá hlustaði ég aðeins á efni frá The Economist tímaritinu og þar voru sérfræðingar sem voru búin að gera einhverja greiningar, svona hagfræðilega greiningar á hugsanlegu olíuverði og þar voru mjög núna við erum búin að fjalla um það, núna er olíuverði í kringum $100, það er svona að sveiflast í kringum það en þeir þar voru að tala um að lágmarki myndi það fara upp í 167 held ég að vera nefndir dollara fyrir tunnuna en gæti alveg farið upp í 460 þannig að þess vegna fannst mér nú þú verið ansi bjartsýnni og tala um að þetta verði bara svona og markaðarnir nái sér því að greinlega eru svartsýnir spámenn en það er kannski ekki auðvitað náttúrulega myndi þetta kollvarpa efnahag heimsins en varandi í jörðina þá voru þetta kannski jákvæðar fréttir en hvernig metur þú þetta? Er þetta ekki, þetta er nú sérfræðingar sem spá þessu, er þetta út úr kortinu? Það er svolítið erfitt að segja, ég er ekki svona sérfræðingur en bara eins og við vorum að tala um, það er komin 3,5 mánuður og núna bara síðustu klukkutíma og 1-2 daga þá er þetta vopnahlé eiginlega að rakna upp og markaðurinn ætti strax að bregðast við því og jú, hann svo sem brást við því en samt bara mjög lítið sko. Já. Þannig að maður getur eiginlega alltaf ályktað annað heldur en að markaðurinn sé bara farin að halda það að verði ekkert mikið hærra en þetta, $100, jafnvel þótt að það sé lokað í langan tíma. Já, þannig að túristarnir munu halda áfram að fljúga inn til Íslands í sumar. Það eru engin skortur á flugvélabensíni. Og það nú reyndar annað mál sko, með mismunandi tegundir og svona, það getur verið svolítið öðruvísi. Já. En viðburður eins og þessi, hann líka þrýstir á okkur hérna á Íslandi að vera með meiri birgðir. Nú að tala sko í nokkur misseri að við þyrftum að stefna á það að vera með 90 daga birgðir á eiginlega öllu. Já. Og við höfum oftast verið með langt fyrir neðan það í flugsteinolíu. Já. Og þessi atburður, hann ætti að ýta við okkur ennþá frekar að reyna að auka þessa birgðastöðu. Já. En maður sér ekkert í kortunum að
olíuverð sé að fara upp í $150. Það er ekkert sem hefur gerst eiginlega sem bendir til þess. Nei. Þannig ég held að þessi ótti við heimskreppu og svona, já, mér sýnist bara svona það sem komið þá séu líkurnar á því bara mjög litlar. Já, það er svo sem góða fréttir, má segja. Og eins og ég segi, við bara virðumst ekki vera í jafn miklum heljargreifum olíunnar heimshakarið eins og við kannski héldum. Það eru breytingar búin að eiga sér stað sem hafa þessi áhrif. Já, já. Og allstaðar, eins og ég sagði, bara allstaðar í kerfinu þá er það að reyna að finna einhverja nýja leiðir að víkja sér undan olíunni og fara í eitthvað annað. Hvort sem það bara er að nota minna eða hvað, eins og á heimilum og svona, bara að fara sjaldnar í sturtu eða eitthvað eða hvernig það er, sko. Já, já, einmitt. Allur heimurinn hefur bara tekið sér saman, greinilega, einhverju leyti. Já, það er bara allstaðar, þá fara svona vissir kraftar í gang að víkja sér undan þessari vöru sem hefur hækkað mikið í verði og reyna að nýta eitthvað annað og gera eitthvað annað. Einmitt. Já, herðu, þetta ekki bara orðið gott hjá okkur í bili? Eitthvað fleira sem þú vilt bæta við? Já, þetta náttúrulega ekkert annað heldur en hugleiðingar, sko. Og eins og einhver olíusérfræðingar sem að vinna fyrir Economist, þeir eru örugglega miklu betur inn í þessu heldur en við eða ég. En bara horfandi á þetta svona sem hagfræðingur úr fjarlægð, þá túlka ég þetta svona. Einmitt. Heyrðu, já. Þá bara segjum við þetta gott núna eða hvað?